Sölvi, lokaleikurinn, vinni alla leiki í úrslitakeppninni og er það eitthvað gulrót fyrir leik og ánægður á að klára það markmið vandalega? Já, klárlega. Bara virkilega vel gert að fara í efri hlutan í skiptinguna og vinna alla leikina. Þannig að það bara sýnir styrk okkar og bara, eins og ég segi, virkilega vel gert. Við settum okkur þessi markmið og við lítum aldrei af þeim og náðum þessu markmið. Þannig að það er alltaf sætt ef það gerist. Og öruggur sigur bara, þú sittir 2 í fyrri hálfleik og áttu nokkuð færi til að bæta við en einhvern veginn aldrei hættu fannst manni raunverulega hættu eftir það? Nei, mér fannst líka bara orkustigið okkar miklu meira heldur en hjá Val og bara sýnir sig í þessum 2 leikjum núna á móti Breiðablik og Val þar sem við erum búin að tryggja okkur titilinn. Það er samt sem áður, við erum með meiri orku, við erum meira hungur til þess að vinna þessa leiki sem sýnir bara, sigur mentaliteti sem er í þessum klúbbi og í þessum hóp. Þannig að ég er bara virkilega sáttur með sérstaklega þessar 2 leikja þegar það er erfitt að koma í svona leiki þar sem að þú ert búinn að vinna og mótivera þig og svoleiðis en eins og ég segi þá er bara mikið svona sigur mentalitet í hópnum sem er gaman að sjá. Hvernig var bara að taka þátt í þessu í dag? Mikil gleði og mikið af fólk, örugglega fleiri fánar en fólk. Þetta var búið að vera góða dagar fyrir Víking í dag. Já, þetta er bara búið að vera gott partí og það eru margir sem koma að þessu. Það eru fullt af sjálfboðaliðum sem að koma að þessu og búa til góða stemninguna og þetta er bara langt besta stemningin og stuðningurinn á landinu. Ég held að við höfum alveg klárlega sýnt það hérna í dag og síðustu leikjum og síðan er líka örugglega margir komnir hérna til þess að kveðja 2 mikla meistara og legenda í þessum klúbbi, Pablo og Matta sem að bara var fallegt að svona kveðja þá með þessum hætti og þeir eru búin að gera virkilega vel fyrir klúbbin og koma klúbbnum á annan stað sem hann er í dag og áttu bara allt skilur. Þeir byrjuðu leikinn hérna í dag og stóðu sig virkilega vel og gaman að sjá bara Matta skora í lokaleiknum á ferlinum sínum þannig að þetta var bara virkilega fallegt kvöld. Hversu dýrmætir hafa þessir menn reynst fyrir þetta félag? Bara ómetanlega. Ég meina Pablo kemur hérna 21 og vinnur strax 2-faldan titil. Hann vinnur einhverja 6 titla á 5 árum hérna og sömulegis Matti kemur inn og þeir bara svona hjálpa til við að koma þessu klúbbi á þann sem er stað og eiga stóran þátt í því báðir 2. Þetta er algjörir sigurvegarar, þeir eru búin að vinna yfir 30 titla, stóra landstitla saman á milli sín. Þannig að þetta er bara ómetanlegt að fá svona sigurvegara inn í klúbbin og þeir eru búin að smita þetta sigur hungur inn í klúbbin og bara það verður eftirsjá eftir þessum 2 miklu herramönnum og góðum vinum. Þannig að þetta er hringrás lífsins. Og eitt að lokum, Aron Elís kemur inn á til lokin, líka gaman fyrir Víkinga að sjá hann koma. Já, hann bara vill svo ótrúlega til og leiðilegt að meiðast í fyrsta leik en það var eitthvað fallegt við að hann skildi loka mótinu líka fyrir okkur. Þannig að það er bara mikið ánægjuefni fyrir Víkinga að sjá Aron Elís aftur kominn inn á völlinn og ég held að það hefur líka svona verið kissubyrið á kökunni að hann hefði náð að loka tímabilinu eftir harða endurhæfingu og koma síðan tilbaka með þessum hætti. Takk fyrir þetta,